Hvað ef þreyta ekki bara svefnvandamál? Hvað ef hún líka endurheimtarvandamál? Við vitum að svefn skiptir gríðarlegu máli. En við vitum líka að líkaminn þarf að jafna sig eftir það sem hann gengur í gegnum. Streitu, kvíða, örvun, innri spennu, lélega næringu, tilfinningalegt álag og stöðuga varnarstöðu í taugakerfinu. Þannig að spurningin verður mjög rökrétt. Ef við minnkum það sem líkaminn þarf að jafna sig eftir og aukum getu hans til að endurheimta sig, gæti það breytt í hvernig við skiljum svefnþörf. Þetta er kjarninn í markvissri endurheimtarþjálfun. Betri öndun, hugleiðsla, þakklæti, hjartasamhljómur, kuldaþjálfun, skynsamleg hreyfing, réttari og meðvitari næring, betri tilfinningastjórnun, meiri ró í taugakerfinu. Þetta er ekki bara venjur, þetta er inngrip í líffræðilegt ástand. Þau geta minnkað endurheimtarþörfina og aukið endurheimtargetuna og þá breytist jafnan. Líkaminn kemur ekki jafn skuldsettur inn í nóttina. Svefninn þarf ekki að laga jafn mikið. Endurheimtin getur orðið skilvirkari og